Þeir aðilar sem Eyjafréttir hafa valið sem kyndilbera ársins 2014, þeir eiga það allir sammerkt að hafa stimplað Vestmannaeyjar ennþá frekar inn á landakortið og ekki bara á síðasta ári heldur eins og ég segi til lengri tíma. Sem fyrr voru margir til kallaðir en fáir útvaldir eins og gengur. Þeir útvöldu verður líka að skoðast sem fulltrúar allra hinna sem haldið hafa merki Vestmannaeyja hátt á lofti. Og þá það fyrsta, það eru fulltrúar þeirra sem að reyna af fremsta megni að halda upp í samgöngu til Vestmannaeyja. Það ef að hér væri fulltrúi frá Herjólfi eða áhöfn Herjólfs, þá væri gaman að fá hann upp, og eins fulltrúa frá Erni flugfélagi. Nú það Kolbrún Harpa Kolbeinsdóttir sem að gaf út Silfurskrínið, hljóðbók í 3 diskum fyrir 4 til 104 ára. Nú, það með seint gleymast þegar IBA-strákarnir í handbolta komu heim með Íslandsmeistaratitilinn. Þetta var heimsmeistaratitil. Þar skilaði Gunnar Magnússon, þjálfari og hans fólk frábæru starfi. Gunnar nú að sinna landsliðinu sem á leið til Katar. Ég ætla að biðja Salóme Garðarsdóttur, konu hans, að koma hér upp. Þá komið að næsta atriði og það sem sagt fréttapíramídi fyrir framlag til menningarmála. Einn sá hópur í Eyjum sem haldið hefur Eyjatónlistinni hátt á lofti undanfarin ár, það Blítt og létt hópurinn. Eyjafréttir hafa valið Blítt og létt hópinn sem handhafa menningarpíramídans árið 2014 og ég ætla að biðja fulltrúa þeirra að koma hérna upp og taka við. Þetta heiður. Við gerum þetta náttúrulega fyrst og fremst að því við erum svo gaman að þessu og það kannski ekki á neitt hallað en það verst að sjóarinn ekki hérna með okkur. Þannig að ansi stóra þátt í þessu, Obbi, litli bróður minn. En við verðum þetta á fremsta bekk á 5. daginn, því að þá fyrsta Eyjakvöld þess árs og síðan ætla að vera upp í Höll á laugardag, svo framlega sem að veðurguðirnir leyfi 13. gleði á föstudag, þá verðum við með svona 13. gleði svona aukalega Blítt og létt sérstaklega með gestum og öðru slíku á laugardag upp í Höll, en niður í Kaffikró á 5. daginn. Endilega látið þið sjá okkur. Ég sé nokkur andlit sem enn hafa ekki komið, en þeim fækkar. Þetta svo óskaplega gaman að syngja Eyjalögin. Við þökkum fyrir okkur. Það mat Eyjafrétta að þjálfarinn sem setti þessu í háleiti markmið árið 2010, Arnar Pétursson, sem verður handhafi íþróttapíramídans á Íslandsmeistar árinu 2014. Gjörðu svo vel, Arnar. Þá komið að fyrirtæki ársins og það þarf ekkert að hafa langt mál það að það að mati Eyjafrétta Hótel Vestmannaeyja sem hjónin Adda Jóhanna Sigurðardóttir og Magnús Bragason eiga á reka. Það stærsta hótel í Vestmannaeyjum, stendur á gömlum merg en nýr kafli var skráður í sögu móttöku ferðamanna í Eyjum þegar Adda og Magnús tóku í notkun nýja álmu síðasta vor. Alls herbergin 24 á 4 hæðum og uppfylla væntingar kröfuhörðustu gesta hótelgistingu. Eyjamaður ársins alþýðufólk sem í ár reyndar maður og kona, hjón sem hafa gefið Eyjunum mikið. Lagt að mörkum 7 börn sem öll utan eitt búa í Eyjum og reka hér sérstaklega myndarleg fyrirtæki. Við erum að tala hjónin Sjöfn Kolbrúnu Benónardóttur Bobbu og Gísla Matthías Sigmarsson.